Tvö. Tvö, nei það er Instagram. 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 Allt komið bara. Komið, ok. Bíðum við augnablik og bíðum aðeins eftir að fólk komi inn. Bíðum eftir okkar fólki. Nei. Já. Fólk komið inn. Give us more time. We are giving people a little time to come in here. To join us here. To listen to the word of God. Við erum að ríða aðeins hér eftir smá fólki að koma hér inn til þess að hlusta á Guðs orð. Eins og ég er svolítið stundum fljótur á mér og byrjaði útsendingu í gær og segja mikudagur og aðeins eitthvað ég flækti eitthvað fyrir mér og sagði mikudagur en það var auðvitað fimmtudagur í gær sem ég leiðrétti og sagði síðan lengur seinna í útsendingu fimmtudagur en svona er þetta bara. Þegar maður svona jafnar sig skeður allt í miðri útsendingu. I started saying Wednesday yesterday and of course it was Thursday but you all knew that it was Thursday og þið vissu öll að það var fimmtudagur og ég byrði bara vel enga rotti. I apologize for saying this in the beginning of my preaching yesterday. And that's everything happens when you're going live. But God is always good. God is good. God is good. That's the main thing. So
Yes, we say hi and we welcome here on Grace Church Daily Prayer on this wonderful Friday. Verið velkomin hér á Grace Church Daily Prayer á þessum yndislega föstudegi. And everybody say amen on this beautiful Amen. Friday. Og þið segja amen á þessum yndislega föstudegi. Og verið velkomin á skjáinn til að hlusta á Guðs orð. Og við munum lesa hér í dag. Við munum halda áfram að lesa í Markus og við munum lesa 9. og 10. kafla hér í dag til þess að koma orðinu áleiðis til ykkar. Og we will keep on reading from the Gospel of Marcus, and we are going to read here today. We are going to read chapter 9 and 10 today. And like always, it's going to be a blessing to you, and like for us, it's a blessing for us. Og eins og við þetta verður blessun fyrir ykkur að hlusta á orð Guðs hér í dag, eins og það er fyrir okkur. Í Jesú heilaga nafni, amen. Everybody say amen. And like we always do here on this, when we start this, my beautiful, beautiful, beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Eins og ávallt hér að þá fallega kona mín byrja þetta á litri bæ. Já, sko Jesús, við leggjum svo stundir þínu hendi, Drottinn minn. Heilaga andi, ég bið svo blessi varir okkar Siggu og gjör okkur frið í hug okkar og hjarta okkar og líka þeirra sem heima að hlusta, Drottinn minn. Og blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Við ætlum að lyfta nöfnu upp í náðuna. Við ætlum name of the grace. Við lyftum upp Hafliða, Óskari, Margréti, Húberti, Gunnari, Evu, Maríu og Friðriki. We ask you to lift these names up to God and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are dealing with and bless the circumstances they are in. And like you know, God answers our prayers. Eins og við biðjum að nöfnin sem við nefndum hér, að við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þeirra aðstæður og blessa það sem blessa þarf inn í þeirra kringumstæður og eins og vitið, Guð ansar okkar bænum. Amen. Í Jesú nafni, amen. Amen on this beautiful Friday. Amen á þessum yndislega föstudegi. Og velkomin á skjáinn og njótið orðsins. Amen. Og Guð blessi ykkur og munið á allt, Guð elskar ykkur og Guð vill gera allt fyrir ykkur. Þið eruð börn Guðs. Amen. 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 Og ég ætla að byrja hér lesturinn og síðan mun kona mín taka við. Ég mun byrja hér að lesa 9. kafla og síðan mun kona mín lesa 10. I'm gonna start this by reading the chapter 9 and then my wife is gonna read for you chapter 10. Now I'm gonna start reading the scripture. So listen, and then we are gonna play this for you in English and King James 16:11, like we always do here on Grace Church. Daily Prayer,
og eins og við vitið ávallt þá spilum við þetta alltaf með King James 1611 og eins og við vitum til Íslendingar þið skiljið ensku og King James virkilega falleg ritning og vel skrifuð og því mælum við eindregið með að hlusta á King James þegar að það lesið fyrir ykkur. Í Jesú nafni, Amen. Amen. On this beautiful Friday. So now I'm gonna start reading from the chapter. God bless. Og hann sagði þá, sannarlega segi ég yður, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi dauða bíða, fyrir þeir sjá Guðs ríki komið með krafti. Eftir 6 daga tekur Jesú með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall, að þeir vera einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra og klæði hans urðu fannahvít og skínandi. Og hann fær engin blekir á jörðu svo hvít gjört. Og þeim birtist Elía ásamt Móse og voru þeir á tali við Jesú. Þá tekur Pétur til máls og segir við Jesú, Rabbi, gott að við erum hér, gjörum 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elí eina. Hann vissi ekki hvað hann átti að segja, enda urðu þeir mjög skelfdir. Þá kom ský og skyggði yfir þá, og rödd kom úr skýinu. Þessi minn elskaði sonur, hlýðið á hann. Svo snögglega þegar þeir litu í kring, sáu þeir engan framar hjá sér nema Jesú eina. Á leiðinu ofan fjallið bannaði hann þeim að segja nokkrum frá því þeir höfðu séð, fyrir en mannssonurinn var risinn upp frá dauðum. Þeir festu orðin á minni og ræddu hvað væri að rísa upp frá dauðum. Og þeir spurðu hann, því segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma. Hann svaraði þeim, víst kemur Elía fyrst og færir allt í lag. En hvernig ritað mannssoni? Á hann ekki margt að líða og smáður verða, en ég segi yður, Elía kominn og þeir gjörðu honum allt sem þeir vildu eins og ritað hann. Þegar þeir komu til lærisveinanna, sáu þeir mannfjölda mikinn í kringum þá og fræðimenn og þráta við þá. En leið og fólki sá hann sló þegar flemmtri á alla og þeir hlupu til og heilsuðu honum. Hann spurði þá, hvað eru þér að þráta við þá? En einn úr mannfjöldanum svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem málleysis andi í. Hvar sem andinn grípur hann, slengir hann honum flötum og hann froðufellir, gnistir tönnum og stirðnar upp. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svaraði þeim, ó, þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður, hversu lengi á ég að umbera yður, færi hann til mín. Þeir færðu hann þá til Jesú og leið og andinn sá hann, teygði hann drenginn ákaflega, hann féll til jarðar, veltist og froðufeldi. Jesús spurði þá föður hans, hve lengi hefur honum liðið svo? Hann sagði, frá bernsku, og oft hefur hann kastað honum bæði í eld og vatn til að fyrirfara honum. En þú getur nokkuð þá sjá aumur á okkur á hjálp okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir.
Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Nú sér Jesú að mannfjöldinn þyrptist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú dúmdi daufi andi, ég bið þér að fara út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æpti andinn og teygði hann mjög og fór, en sveinninn var sem nár svo að flestu sögðu, hann dáinn. En Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var kominn inn og orðinn einn með lærisveinum sínum, spurðu þeir hann, því gátu vér ekki rekið hann út. Hann mælti, þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn. Þeir héldu nú brott hann og fóru Galíu, en hann vildi ekki að neinn vissi það, því hann var að kenna lærisveinum sínum. Hann sagði þeim, mannssonurinn verður framseldur í mannanna hendur og þeir munu lífláta hann. En þá hann hefur lífláttinn verið, hann mun upprísa eftir 3 daga. En þeir skildu ekki það sem hann sagði og þorðu ekki að spyrja hann. Þeir komu til Kapernum, þegar hann var kominn inn, spurði hann þá, hvað voru þér að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli á leiðinni, hver væri mestur. Hann sestist niður og kallaði þá 12 og sagði við þá, hver sem vill vera fremstur, sé síðastur allra og þjónn allra. Og hann tók lítið barn og setti það meðal þeirra og tók það sér í fam og sagði við þá, hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. Og hver sem tekur við mér, tekur ekki aðeins við mér heldur og við þeim sem sendi mig. Jóhannes sagði hann, meistari, við sáum manninn reka út illa anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jesús sagði, varið honum þess ekki, því að enginn sá að hann gjöri kraftaverk í mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Sá sem ekki á móti oss með oss. Hver sem gefur yður bikar vass að drekka vegna þess að þér eruð Krist, sannarlega segi yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Hverjum þeim sem tælir til fjalls eins að þessum smælingum sem trúa væri betra að vera varpað í hafið með milnum stein hálsinn. Ef hönd þín tælir þig til falls, þá sníði hann af. Betra þér handarvana inn að ganga til lífsins en að hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkandi eld, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slökknar ekki. Ef fótur þinn tælir þig til falls, þá sníði hann af. Betra þér höltuð inn að ganga til lífs en að hafa báða fætur og verða kastað í helvíti. Þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slökknar ekki. Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr. Betra þér einuðum inn að ganga í Guðs ríki en að hafa bæði augu og verða kastað í helvíti. Þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slökknar ekki. Sést hver mun eldi saltast. Saltið gott, en ef saltið misti seltuna með hverju vilji þér, þá krydda það. Hafið salt í sjálfum yður og haldið frið yðar á milli. Í Jesú nafni og hann takk á yður. Já. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggðar Júdeu og yfir Jórdan. Fjöldi fólks safnast enn til hans og hann kenndi þeim eins og hann var vanur. Farísear komu og spurðu hann hvort maður ætti að skilja við konu sína. Þeir vildu frysta hans. Hann svaraði þeim, hvað hefur Móse boðið yður? Þeir sögðu, Móse leyfði að rita skilnaðarbréf og skilja við hana.
Jesús mælti þá til þeirra: Vegna harðúðaða hjarta yðar ritaði hann yfir þetta boðorð. En frá upphafi sköpunarinnar gjörði Guð þau karl og konu. Fyrir því skal maður yfirgefa föður sinn og móður sína og bindast konu sinni, og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi stundur skilja. Þegar lærisveinarnir voru komnir inn, spurðu þeir hann aftur þetta. En hann sagði við þá: Sá sem skilur við konu sína og kvænist annarri drýgir hór gegn henni. Og ef kona skilur við mann sinn og giftist öðrum, drýgir hún hór. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum, og hann mælti við þá: Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn mun aldrei inn í það koma. Og hann tók þau í faðm og lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þegar hann var að leggja af stað, kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin: þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýga hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þín og móður. Hinn svaraði honum: Meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð og sagði við hann: Eins og þér er vant, far þú og sel allt sem þú átt og gef fátækum, og mynd þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þá leit Jesús í kring og sagði við lærisveina sína: Hve torvelt verður þeim sem auðinn hafa og ganga inn í Guðs ríki. Lærisveinunum brá mjög við orði Jesú, en hann sagði við þá: Börn, hve torvelt er að komast inn í Guðs ríki. Auðveldara er úlfalda að fara í gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir urðu steini lostnir og sögðu sín á milli: Hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði: Fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guð megnar allt. Þá sagði Pétur við hann: Vér yfirgáfum allt og fylgdum þér. Jesús sagði: Sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðarerindisins, án þess að hann fái 100-falt aftur nú á þessum tíma, heimili, bræður og systur, mæður, börn, akra, jafnframt ofsóknum og hinum komandi heim. Ha? Það var einhver sem fannst óþægilegt þegar við vorum að tala um Guðs orð. Ok. Í Guði. Allt í beinni útsendingu. Jæja, halleluja. Hei. Já. Jafnframt ofsóknum og hinum komandi heimi í eilíft líf. En margir hinir fyrstu munu vera síðastir og hinir síðustu fyrstir. Þeir voru nú á leið upp til Jerúsalem. Jesús gekk á undan þeim og þeir fylgdu voru skelfdir og þeir sem fylgdu voru hræddir. Og enn tók hann til sín þá 12 og fór að segja þeim hvað fram við sig ætti að koma. Nú förum við upp til Jerúsalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestunum og fræðimönnunum.
Þeir munu dæma hann til dauða, framselja hann heiðingjum og þeir munu hæða hann, hrækja hann, húðstrýkja og líflota. En eftir 3 daga mun hann upprísa. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, synir Sebedeusar, og sögðu við hann: Meistari, okkur langar að þú gjörir fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá: Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svöruðu: Veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hægri handar og þér og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá: Þið vitið ekki hvers þið biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drakk, eða skýrst þeirri skírn sem ég skýrist? Þeir sögðu við hann: Það getum við. Jesús mælti: Þann kaleik sem ég drakk munu þið drekka, og þið munu skýrast þeirri skírn sem ég skýrist. En mitt er ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrirbúið. Þegar hinir 10 heyrðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Jóhannes. En Jesús kallaði þá til sín og mælti: Þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim, og höfðingjar þeirra láta menn kenna á vald sínu. En eigi sé svo meðal yðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar, og sá vill fremstur vera meðal yðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir marga. Þeir komu til Jerikó, og þegar hann fór út í borginni ásamt lærisveinum sínum og miklu mannfjölda, sat þar við veginn Bartímeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa: Sonur Davíðs, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir: Sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði: Kallið á hann. Þeir kalla á blinda manninn og segja við hann: Vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesús. Jesús spurði hann: Hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum: Rabúni, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann: Far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafn skjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Jesú heilaga nafni, amen. Everybody say amen. Og allir segja amen. Og sem myndist það föstudag. Já, það geta verið eitthvað til blessuna. Og núna viljum við spila þetta í King James 16:11 og now we will play this for you in King James 16:11. Now you can play, my beautiful wife. Okay, my love. Mark 9. And he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. And after 6 days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth could white them. And there appeared unto them Elias with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. For he wist not what to say, for they were sore afraid. And there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying,
This is my beloved Son. Hear him. And suddenly, when they had looked around about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of Man were risen from the dead. And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean. And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come? And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things. And how it is written of the Son of Man that he must suffer many things and be set at naught. But I say unto you, that Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him, saluted him. And he asked the scribes, What question are ye with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. He answereth him and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him. And when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground, and wallowed foaming. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. And oft times it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us, and help us. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him. And he was as one dead, insomuch that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand, and lifted him up, and he arose. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out? And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. And they departed thence, and passed through Galilee. And he would not that any man should know it. For he taught his disciples, and said unto them, The Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, he shall rise the third day. But they understood not that saying, and were afraid to ask him. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way? But they held their peace, for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest. Then he sat down, and called the 12, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all. And he took a child, and set him in the midst of them. And when he had taken him in his arms, he said unto them, Whosoever shall receive one of such children in my name receiveth me, and whosoever shall receive me receiveth not me, but him that sent me. And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us. And we forbade him, because he followeth not us. But Jesus said, Forbid him not. For there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. But he that is not against us is on our part. For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.
And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed, than having 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter halt into life, than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with 1 eye, than having 2 eyes to be cast into hell fire, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. For everyone shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Salt is good, but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another. Mark 10. And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judea by the farther side of Jordan. And the people resort unto him again, and as he was wont, he taught them again. And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? Tempting him. And he answered and said unto them, What did Moses command you? And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away. And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept. But from the beginning of the creation God made them male and female. For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. And in the house his disciples asked him again of the same matter. And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife and marry another, committeth adultery against her. And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery. And they brought young children to him, that he should touch them. And his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not. Honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all these I have observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved? And Jesus, looking upon them, saith, With men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
And Jesus answered and said, Verily, I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time houses and brethren and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. But many that are first shall be last, and the last first. And they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus went before them, and they were amazed, and as they followed they were afraid. And he took again the 12, and began to tell them what things should happen unto him, saying, Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles. And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him. And the third day he shall rise again. And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldst do for us whatsoever we shall desire. And he said unto them, What would ye that I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory. But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask. Can ye drink of the cup that I drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. And when the 10 heard it, they began to be much displeased with James and John. But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister, and whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. And they came to Jericho. And as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Og í Jesu nafni, amen. Amen. Og sem er yndislega fimmtudegi og með þetta vera blessun fyrir ykkur og þetta er alltaf orð sem að Guð talar til okkar hér í gegnum ritningu sína og muna að taka til sín og hugleiða og muna það að maður getur notað orðin hans hér inn í allar kringumstæður í lífi sínu. Og því orðið er lifandi. Amen. Og það er þannig og það getur alltaf tekið eitthvað sem er hér úr skrifum hans og
nýtt sér það inn í kringumstæður sem það eru að eiga við og það blessa hana og þannig virkar Guð. Like here we are reading from the scripture and you can always use these words in all circumstances that you're dealing with and use something here into your circumstances and God will show you this goes into your things that you are dealing with because the word is alive and it's gonna bless you in what you're thinking about, questions you have in your life, and you read something here and when you are reading here it goes into the things that you are maybe thinking of and it answers your questions. That's how God works. That's why we read and we read and always something different is showing us something different. And that's the beautiful thing about reading the scripture. That's why you never get tired of reading the scripture because it's always revealing themselves in different way. It's always coming in different way to you. That's the beautiful thing about the scripture. Svo með ritninguna þegar við erum að lesa hérna þá alltaf að við lesum og við lesum aftur og aftur og alltaf breytir einhvern veginn ritningin sér þannig að hún er alltaf að opinbera sér okkur á nýjan hátt inn í kringumstæður okkar, inn í lífi okkar. Og það er að fallega við ritninguna. Við erum alltaf að lesa og Guð er alltaf að opinbera okkur nýja hluti. Og þannig er þetta og við sjáum alls konar hluti sem eiga við og alveg svo með Abraham og Ilja þegar voru að fara og það var verið að eyða Gódómu og Sódómu og Abraham hafði gerst við Guð að hann lét alltaf þegar að yfirflæddi bikar sinn að hann lét alltaf það sem yfirflæddi það lét hann til aðra og gaf að öðrum og var þar að leiðandi alveg frjáls og fylgdi Guði þar og Guð blessaði hann og Ilja var þannig að hann gerði þennan lið ekki en Guð blessaði hann samt og blessaði lífið hans en hann átti eignir í Gódómu og Sódómu og þá ól hann upp börnin sín og konuna sína háð veraldlegum hlutum þegar að Guð sagði þeim að fara upp til fjalla og líti ekki tilbaka að þá sýndi Guð honum að því hann hafði alið börnin sín upp svona og konuna sína vera háð veraldlegum hlutum að þá litu börnin hans og konan hans tilbaka með eftirsjá á hluti sem að þau var að missa eitthvað og
hann horfði á þau verða salti að því hann hafði alveg upp svona og þau stóðust ekki freistinguna nema að líta tilbaka á hvað þau hefðu verið að missa og þá horfði Ilja á þetta að missa börnin sín og konuna sína svona því að hann hafði alið þau upp á veraldlegum gæðum og þá sýndi Guð þetta að þetta er það sem skeður þegar maður elur þá sem er í kringum sig, háða öðru en að líta bara til Guðs og halda bara áfram að maður sé ekki háður þessum veraldlegum hlutum heldur að vera frjáls undan öllu og þá meina ég öllu, óvinunum, náunganum og að sé ekkert að slá mann út af laginu og þarna er verið að sýna þarna eins og Jesú Kristur kom til okkar sem er Guð og sýnir okkur að við eigum ekki að láta hluti stjórna okkur og hann tala við okkur í dæmisögum og þá sér maður það að Guð er að sýna okkur það að hann er að tala til okkar í dæmisögum og þá fattar maður það að Gamla testamentið er ein dæmisaga sem hann er að tala við okkur í dæmisögu og þá skilur maður Gamla testamentið að þetta eru dæmisögur og þá skilur maður ritninguna á margvíslegan hátt og sér dæmisögurnar sem hann er að bera fram fyrir okkur og þá er hann að sýna okkur dæmi þess hvað við erum að valda okkur með gjörðum okkar að það eru við sem veljum með okkar frjálsa vilja að framkvæma eitthvað sem mun verða okkur til bölvunar og þannig er það og Kristur aðvarar okkur við þetta og sýnir okkur þetta og staðfestir Gamla testamentið með því að þetta eru dæmisögur út af því sér maður hlutina þegar maður er að lesa sögurnar að maður sér það á marga vegu út af því að það passa inn í svo margar kringumstæður inn í líf okkar. Þetta er ekki bara einhver einsaga að segja eitthvað svona eitt. Þetta er ekki eitt, þetta eru fullt af hlutum sem er að benda þér á inn í sögunum. Og þá sérðu fullt af dæmum sem eru í öllum sögum ritningarinnar. Og hann kemur til að staðfesta þetta, að þetta eru dæmisögur sem hann getur notað í allar kringumstæður í lífinu. Alveg eins og með það að með mig að ég átti rosalega erfitt með að skilja Jobb og það að mér fannst þegar ég var að læra þegar ég var í baptist að þá átti ég rosalega erfitt með að skilja Guð þar sem mér þótti Guð vera voðalega reiður Jobb þar sem Jobb var sannur Guði og
framfylgdi öllu því sem Guðs vilji var og allt í einu fór Guð að taka alla hluti frá honum og ég leit á að þetta fór svona að líta á það eins og Guð væri svona slæmur Guð að hann var að taka allt frá honum, að var að taka börnin hans, að var að taka konan hans og allt þetta og ég bara, þetta ekki eiga samleið með Guði þar sem Guð kærleikur. En þegar ég fór dýpra inn í það að skilja hvað meiningin á bakvið þetta var og eins og Jobb var að glíma við Guð og skildi ekki neinu þar sem hann framfylgdi öllu því sem Guð var að gera og ég var svona já, eins og hann að glíma við þessu orð sem að kemur í ritningu Jobbs við Guð að þá var kafli sem að í Jobb sem að svona einhvern veginn fór fram hjá mér eins og mér var kennt, að það var svona, þessi áhersla var aldrei tekin fram í ritningunni að þegar ég sá þann kafla, þegar að ég sé það að Lúsífer að skora á Jesú, á Guð, að hann að skora á Guð með að vinna hina englana fram á það að við, maðurinn, værum ekki þessi sköpun að þessi fallega sköpun sem hann hafði skapað og þá lagði hann fyrir Guð að ef það myndi taka eignirnar af Jobb að þá myndi Jobb snúast gegn Guði og Guð vissi hjarta Jobbs og lagði þessar þrautir fyrir Jobb og til þess að sanna fyrir hinum englunum, þetta Lúsífer var að reyna að fá hina englana til sín til að sýna það að Guð væri ekki sannur og alltaf að sýna fram á það að Jobb myndi snúast gegn honum og hann myndi taka eignir hans og þá myndi hann snúast gegn honum og þá fór Guð og tók eignir hans í burtu en Jobb sneri ekki við Guði og Lúsífer hélt þá áfram að hann myndi taka börnin hans í burtu og þá myndi hann snúast gegn honum og hann myndi taka konan hans í burtu og hann myndi snúast gegn honum en alltaf stóð Jobb fastur á því og skildi ekki hvað Guð var að gera að taka allt frá sér en því Jobb auðvitað vissi að hann var trúfastur og vissi það að þetta var allt í öruggum höndum því að Guð var með þau hjá sér og þetta vissi Jobb svo að það var ekki verið að taka neitt frá honum þar sem að Guð var að taka þau til sín og þar af leiðandi var ekki verið að taka neitt af Jobb því að Jobb var ekki að missa neitt því Jobb vissi það að kona sín og börnin sín voru í betru höndum hjá Guði og þá vissi Jobb að það var ekki verið að
gera sín eitt og síðan blessar Guðan og lætur hann fá allt tilbaka en þó þetta hafi verið önnur kona og ný börn en hann vissi það að hann átti börnin sín þarna hinum megin og konuna sína þarna hinum megin og þau voru ekki farin inn. Og Guð gat auðvitað ekki sagt Jobb hvað hann var að gera og eins og hann sagði, varst þú frá upphafi? Og þá sagði Jobb, nei, ég hef ekki verið frá upphafi og því hefur ekki skilning á því sem ég er að gera hér. Og þar með endaði það og Jobb var sáttur með svarið sem Guð gaf hann. Því hann er upphafið og hann er okkar skapari og Jobb treysti þetta honum og þetta snýst trú, að treysta á Guð og þetta heitir svolítið eins og maður segir að trúa blind og það er mesta blessun sem þú getur gert, það er að trúa blind á hann. It's like I had a difficulty with Job. I didn't understand what Job I had when I was learning Baptist pastor. I had difficulty with Job because I thought God was a little bit angry there and I had a little bit difficulty with reading Job because I thought the feeling was like God was angry and not doing right. And when I went into this and was studying this, and then I saw what was going on, and that was because Lucifer was challenging God to show that man was no good and that he's gonna fail if you would take the things of him, that he was gonna turn against God. And when he took all his wealth, all these things away from him, then he told that he was gonna turn against God, but he didn't, because he loved God and he trusted God, so that didn't happen. So he kept on going, taking his children, his wife away from him, and still Job didn't understand what's going on, but he loved God and he trusted God for his love. But he knew in his heart that God was taking care of his wife, he was taking care of his children, so he knew that. And then after that, Job stand the test, and for all mankind, for all of us, and show that he didn't matter what was going on, because he believed blind that God is just pure love, that he had a purpose with what he was doing, but he didn't have an understanding of what he was doing, but he trusted God. This was something good that he was showing to the angels, that Job was this kind of person, that he didn't matter what test they were trying to do to him, that he was never gonna turn against God. And
he stood the test, and then God blessed him, gave him everything back together, back, and he just said to Job, Job, have you been from the beginning? Do you have the understanding of that? And then Job went, no, I don't. So he couldn't explain what was going on, and then Job left that for the explanation, and it was like, okay, I trust you, God, this is for good, and that he was fighting for me and you to show that we were his perfect creation. And he stood the test, and God blessed him with everything. He got a new wife, he got new children, but he knew his children and his wife was with God under his protection, and so he was not losing anything. And this was just God proving that we are his perfect creation. And Lucifer was challenging this to show to the angels that God was wrong about something. And this is why God is pure love, and he was just showing to us that, like to Job, he was not losing anything, and Job knew it in his heart that he was not losing anything, and God blessed him 100 times more and everything else, and he filled his life, and that's how God is. God gives you everything, the feeling and feeling, giving you. It's gonna give you everything 100 times more, and you're gonna be feeling much, much better with him. And it's insurance that God blesses you in every circumstances. But you can feel like something is. You can always feel like, God has left me, God has done this, but God never leaves you. God always takes care of you, no matter what, because he loves you. That's the beautiful thing about God, because like Jesus was telling us, he said these parables that he was teaching us. This is the scripture, that you cannot read it like this, you have to read it and like he had to his disciples, and the disciples didn't understand Jesus because he was always in this purpose, like telling them purpose, Parables. yeah. Yeah, and English Parables. is parables, and in English it's like he didn't tell them straight the things. He took it and explained it like this, and they had difficulty understanding Jesus, and because Jesus is God, and this was a little. He had to explain this to them like this, and then you understand the Old Testament, because the scripture is all this. So you cannot take the Bible like this is book written like this. It's not like that. It's not like that. And that's the beautiful thing about God. God talks to us in a different way, and some things in the Bible, like he talked to his disciple, he explained to them
I am God, this is like this, and just few things after he got crucified, because he came and said to them, I'm gonna explain all this to you after I finish my job here on earth. Then I'm gonna come back and explain everything to you. Then the job is finished. I'm not gonna be able to say this when I'm with you here. I'm gonna tell you when the job is finished, because he has to go on the cross, and he had to take our sins on him, and that's why he was telling them, I'm gonna rise on 3 days. After 3 days, I'm gonna go to heaven. And they didn't understand what he was talking about. And then he came back to explain. He came from heaven down here and spent these 40 days here and explaining things to us. His disciples, and his disciples were not 12, there were a lot of disciples around him. It was like, the Bible says, 500 people saw him when he was walking the earth after his crucified. And and he explained this to us. A lot of, a lot of people, when he went on the cross, a lot of people rose from the graves and walked the earth, and because he saved all mankind, all men. They didn't have this, like, going to say, I believe in Jesus, or nothing like this, because he saved all mankind. That's why they rose from the graves. And this is God saving all of us. And svo kemur í reikningunni, Guð kom fór á krossinn til að fyrirgefa öllum mönnum á jörðinni, því komu menn og stigu upp úr gröfunum og gengu í jörðina. Þeir höfðu ekki játast Kristi eða neitt, en þeir stigu upp út af því að hann fyrirgaf öllu mannkyninu, öllum börnunum hans. Og þetta er einingin, og svo fara kúltúr söfnir að reyna að segja eitthvað annað, en þetta stendur hér. Og hér er sannleikurinn, og þeir reyna snútur. They're always trying to twist things around here. It's a different belief. It's a different belief. I'm a Christian, so I come with the word like it is. And that's what God put on my heart to give to you. Og þetta er það sem Guð lagði á hjarta mitt, að koma með ritninguna til ykkar eins og hún er, en ekki hvað mönnunum finnst. Og við getum komið með alls konar túlkanir á því. Bara í opinberunarbókina og hingað og þangað og sirka eitthvað út og reyna að tvista eitthvað út úr þessu. Og það er bara algjörlega bannað, og það má ekki. Því er það bara Guð sem opinberar þér hvernig hlutirnir eru,
og við erum ekki hér komin til þess að reyna að blekkja þig með einhverjum fagurljóma orðum eða einhverju svoleiðis. Og við erum ekki hér til þess að reyna að blekkja þig að þú fáir 100-falt, að þú fara að grafa einhverja peninga einhvers staðar og þú fáir að 100-falt tilbaka. Það er verið að tala hérna andlega hluti og verið að tala andlegar blessanir, en það er ekki verið að tala peninga eða veraldlega hluti að þú ef þú gefur milljón að þú fáir 100 milljón tilbaka, þá var allir kristnir menn ríkir ef það væri þannig. En eins og þið vitið, þið sem hafi verið í söfnuðum, að það er ekki svo. Þú sér það ekki allt milljónamæringa þarna inni út af því gáfu peninga í einhvern söfnunarbauk. Þetta er bara hreinn og beinn þjófnaður. Og það er bara þannig. Þetta er verið að taka peninga þína og vera að nota þá í eigin þágu. Og þetta er rangt og Guð boðar það ekki. Og sá sem gerir það er þjófur. Og það er bara þannig. Og ekki vera að gera mig að þjóf í nafni Guðs. Og ég er ekki hér að predika til þess að reyna að hafa eitthvað út úr þér. No. I'm not here to try to have something, some benefits out of you, to get some money out of you. I'm not here for this. I'm not a thief. But God always tell this, when your cup is full and you have too much of everything, give it to help other people. Do it in whatever way you want to. Go and bless people. Do it yourself. Go and help people. You can do it in every way you want to. Go and buy some food, whatever, and go to the poor people here and give them food. This is a blessing. But don't go and give it to some institutions and give it there, and they are going. You don't know what they are going to do with your money. Just go with the things you have and give it to the people that are God's people and help them. Then you know what you're doing. Then you know where your food is going, where your money is going, and that's how we bless each other. That's why we are supposed to love our neighbor like ourselves and help our neighbor and pray for your enemy and bless your enemy. It's just help each other, and then the world is going to be good. Og minnið á að fara með peninga ykkar eða hvað sem að gera, viti hvert þeir að fara, farið með þá, verið ekki að treysta mönnum fyrir því að þeir segja eitthvað, þeir sé að gera eitthvað við þá. Verið viss það hvað þið eru að gera og passið það að það sem þið eru að gefa, að það fer í réttar hendur við að hjálpa fólki. En ekki til þess að einhver sé að kaupa sér þotu eða eitthvað einhvers staðar. Þetta bara er ekki svona, og bikar ykkar sem eru hérna að hlusta, bikar ykkar verður að fullur svo þið hafi eins og Guð kennur,
fjölskylda ykkar fyrst, sjáum fjölskyldu ykkar fyrst og hugsa ykkur sjálf fyrst, að þið séu búin að byggja líf ykkar, að byggar ykkar fullur og svo gefið, ef byggar ykkar tómur, hvernig ætla að fara að gefa því og fara að segja við ykkur sjálf að það er að fá eitthvað 100-falt tilbaka þegar þið hafi ekki efnað að borða. Þetta er rangur boðskapur og það er aðeins heimskt fólk sem gerir svona. Eins og kemur í orðskrifunum, verið ekki heimsk og Jesús tekur fram, látið ekki blekkja ykkur. Í Jesú nafni, amen. On this wonderful Friday. Og með þessi orð verða ykkur til blessunar og það er fullt af kúltúrkirkjum og allt er í einhvern veginn eins og ekki að vera. Og gerið og hjálpið, en hjálpið hvor öðru og gerið það og munið of mikið af öllu er ekki gott. Alveg svo hvort sem það er peningar eða hvað sem það er, of mikið af öllu veldur vandræðum og það er ekki gott. En passið það að hafa nægju ykkar fyrir fjölskyldu ykkar númer 1, 2 og 3 og síðan getið þið blessa það sem er umfram eins og ritningin kennir. Amen. Amen. Remember these words. And always, if it's too much of everything, you know, everything in life, if you get too much of it, too much money, too much this is not good, so don't let the money control you and give to other people and bless them with it. And so this is how you get free from the money, because you cannot serve two gods. You cannot serve Mammon and God. Og munið, þið geta ekki verið að fylgja tveimur guðum sem er peningaguð og guði. Það er ekki hægt og annarkvort er að fylgja guði eða peningaguðinum eða öðru sér, en ekki vera að láta þá sem eru menninir að blekkja ykkur með þessum ýmsum klækjum sem þeir nota í sínum boðskap til þess að hafa út úr ykkur peningana ykkar. Eins og svo mörg tilfelli sem þið vitið að er búið að vera að gera hér í gegnum aldirnar. Alls konar þessum stóru söfnuðum og allt er vaðandi þar í peningum, en það er ekki að skila sér út í þjóðfélagið. Amen. Á þessum yndislega föstu, amen on this wonderful Friday. And now I'm gonna give you the chance you are listening to have the salvation prayer with me, and if you haven't received God into your heart, and God promised to send His Holy Spirit, because the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. This is God. Cannot split this in different ways. This is God. He's gonna come into your heart
and bless you and help you in all the things you're dealing with. And He's gonna take the deep things you have inside you, the bad feelings you have, and He's gonna free you from them. And then you're gonna get free. And if you make mistakes, He's never gonna judge you for them. And because you made these decisions, and He's gonna help you that you are not judging yourself. Because He says you're not allowed to judge yourself, because if you do that, you're gonna have problems. He gives a warning about this. Don't judge yourself. So do this and your life is gonna be beautiful. It's like me, my God, He teaches me this, then I take this in, and if I see my wife doing some mistakes, I'm not judging her. This is how God teaches me how to do things, and then He blesses my wife and me, our marriage, and He blesses us. This is my responsibility to take care of my family. Then my wife can trust me with everything. There is no secret in my marriage. There is no secret. That's how it is, and that's why God says, never go into the marriage of people. Don't ever go in between them and try to do something. This is not allowed, and that's how it is. That's why God wants us to be married, so we are one together with Him. And if you read in Hebrew, and you see the letter in man and in woman, and then you take these two letters and they go up and they mean God. Amen. So you know, if you want to get into the Hebrew, and that's in the letter from a woman and a man, and you take these two letters and that's God in unity with Him. Ef þið lesið hebresku og lærið hans hebresku, þá sjáið maður og kona að þið taki í hebreskunni að þegar maður og kona kemur saman og þú tekur stafina betu sem í orðinu hjá konunni og manninum sem þar í miðjunni og lyftir þeim upp og þá þýðir það Guð. Og það er þannig, og það kemur beint í hebreskunni og þá erum við eitt með Guði. Í Jesu nafni, amen. Everybody say amen on this beautiful Friday. Allir segja amen á þessum yndislega miðvikudegi, svona smá biblíukennsla ef þið viljið. Yeah, I'm always talking about Wednesday. I'm always thinking about Wednesday. And I'm always thinking about Wednesday because I was sick and I had a flu and this Wednesday stuck in me and it just came out something like it was bothering me. I had to take a break because I lost my voice and everything, and I was like struggling with this,
Because sometimes we are trying to judge ourselves for something, and God took me like, hey, stop this again, keep on going. I don't care if you don't have a voice, your voice over here. And let's keep on spreading the good news. And I'm here just for you. You are my team, you are my church, and we love you. Yes. And we are a team here together, like my uncles here and all the people who are here. We are stuck to, we are a team, like you are a team here, helping us to spread the word out. And you who are here, you are the team of Grace Church. Yes. You are one of us, so help us spread the word out, the good news, and Yes. do what is right. Og munið á allt því sem að hlusta, þið eru Grace Church, þið eru kirkjan og hjálpið Guði við að koma út góðu fréttunum og vorum að gera öll rétt hér og stöndum saman í því og berum þetta út allt og það er okkar hlutverk hér á jörðinni. Og munið ekki dæma ykkur sjálf þá að gera einhverja vitleysu. Við erum alltaf að gera einhverja vitleysu. Nákvæmlega. Já, við erum bara mannleg og Já, við svoleiðis. gerum alltaf einhverja vitleysu. Já. Og það er bara svoleiðis, það er bara eins og Jesús segir, engin maður er góður maður. Like Jesus says, there is no good man. But if he is inside us, then he can work inside us to make us a better person. Svo Guð segir, á meðan ég lifi inni þér, að þá get ég gert þig að betri persónu. Amen. Því elskum við alla. Í Jesú nafni, amen. Yes, amen. Og Guð gefur ykkur fyllingu í alveg saman hvað aðstæður og alveg saman hvað það ljóti hafi gert. Hann gefur ykkur fyllingu og hann sér að lækna. Hann læknaði mig með milljón vandamál og þau voru ekki falleg. Og það er bara svoleiðis. En hann læknaði þau. Amen. Amen. Amen on this beautiful Friday. Amen. Amen. Elsku vinir og bræður. Já. En núna ætla ég að fara með frelsismannina og eins og ég segi, ef þú trúir að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og fyrirgefið þér allar syndir þínar og hreinsaði þig með blóði sínu og hann hafi risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag, að þá mun hann stíga inn í hjartað þitt með sínum heila anda og frelsa þig og like if you believe that Jesus Christ went on the cross, he died for your sins, and he cleansed you with his blood, and he rose on the 3rd day, and he is alive today, and he's gonna come with his Holy Spirit into your heart, and he's gonna save you and free you from everything. And this is his promise. In Jesus' name, amen. Amen. And now I'm going to start to read this in Icelandic. So have these words after me. And this is the best decision you make.
Nobody can take this away from you. Nobody. Enginn getur tekið þessa frelsun frá þér. Og alveg saman hvað maður að segja eitthvað. Doesn't matter what men are saying to you, nobody can take this away from you. But the decision is yours. Only man who can take this away from you is yourself. Yes. Það sá maður sem getur tekið frelsunina í burtu að þessa aðeins þú, en þetta gefur það eiginlega að þú fær að tala við Guð og Guð svara þér ef þú gerir þetta. If you do this, then you can talk to God and He's gonna answer you. And remember this. This is the best decision you make in your life. Og nú ætlum ég að fara með þetta á íslensku og hafið þetta eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinu fyrir syndir mínar Ég trúi að þú dáið á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. Ég trúi að það rísu upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig allar syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þóa mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt í nýsköpun, í nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður þér. og elskar þér. Í Jesú nafni, amen. Svo velkomin í himnaríkið og velkomin í kirkju. Það til Amen. musteri hans býr innra með þér. Já, amen. Ekki í byggingu einhvers staðar í Jerúsalem. Það ekki svoleiðis. Nei. Líp. Nei. Jesú Kristur eyddi þeirri byggingu stein fyrir stein 70 árum eftir Krist. Svo að þetta á hreinu. Ókvæðlega. Og það ekki neitt. Nei. Ég get alveg farið mjög ítarlega í þetta og sálmaði vil ég fara inn í þá svona, en þetta allt hér í orðinu. Amen. Jesús eyddi þessu musteri sem allir að kissa einhverja steina sem ekki neitt út af að hann tók hvern einasta stein í burtu. Já, amen. Ég skil ekki alveg hvaða steina að kissa, en það bara svoleiðis. So now I'm gonna read this in English and have these words after me. No. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Through your blood, through your blood, I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. So, welcome to the kingdom of heaven, Amen. and welcome to the church, and Yeah. the temple of God lives in you, not in some temple you're thinking in Jerusalem. No. The temple is inside here Yes. because it's written here. Yeah. Some people have a very difficult time understanding this, what is written here. Amen. And here is the right word from God. Yeah. So don't misunderstand this. But they always trying to tell something different. And these are the words here on Friday from Grace Church, daily prayer. And may these words be a blessing to you. And if you have some questions, Yeah. just send us and in private messages, and I will answer them there for you. And if you are struggling with something, we want to help you and bless you, and ask God to bless you and help you with what you are dealing with. And that's our purpose here. And we do just what God wants us to do, and we are just His followers, and we follow what God tells us to do. And we love you here from Iceland. Við elskum ykkur hérna á Íslandi og yndislegt að hafa eitt stund með ykkur og vona að þið hafið notið orða Guðs og Óðinn, minn stykki maður, alltaf stendur vaktina. Já. Óðinn minn, það er Óskar. Óskar minn frandi, hann er alveg styggur hér, stendur vaktina, passar það að útsendingin okkar sé góð. Hann er okkar innan handar, svona tæknimaður okkar hér og yndislegt að hafa hann hér til leiðbeiningar og að áminnur okkur eða eitthvað má fara betur og fylgist hér með útsendingum fyrir okkur og hann er okkar tæknimaður og við elskum þig, Óskar minn, og takk fyrir hjálpina að styðja okkur hér. Takk fyrir. Hann er okkar þriðji aðili hér með útsendinguna hér og ég er með stjórnartaumana hér við að gera þetta þannig að þetta komið skilmerkilega til ykkar og þannig virkar Guð að við fáum hjálpara eins og hann og við elskum þig, Óskar minn, og Guð blessi ykkur öll og yndislega helgi and have a wonderful weekend and may God bless you and we send our blessing from Iceland and we love you og við sendum okkar blessun hér frá Íslandi og við munum sjá ykkur á mánudaginn. And we're going to see you here on Monday. Yes. And God bless. We love you. God We love you. Ef við fara með faðorðið eða? Yeah, we're going to end this on the prayer that Jesus taught us. Já. Faðir vor, No.
Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni, eftir oss í dag og dagleg brauð, fyrirgef oss våra skuldir og voru skuldunautum. Haldu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen on this beautiful Friday. Já, elskum ykkur. Elskum ykkur. Góða helgi. Já. My beautiful wife is gonna close this. Yeah.